zicke, zacke, hoi, 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 Gläser in die Hand. Zicke, zacke, hoi, 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 und das stoß man samt miteinander. Já, komið sælir, kæru hlustendur og áhorfendur fyrir þau ykkar sem eru að horfa líka, en það er að horfa á YouTube og hlusta á Spotify. Velkomin í Upp með sokkana. Ég heiti Kristján Freyr og nú er illt í efni því að mér líður svona eins og ég sé bara í öðrum sokknum, því að Júlía Margrét, okkar allra besta, hún er þeim miður vant við látin í dag, kemur ekki hér í þennan þátt en við urðum bara að láta hjartaráða för samt sem áður og vera bara sterk þátt fyrir þessa fjarveru Júlíu og ætlum að vera með hennar þriðja þátt upp með sokkana og við bara fyrir hönd okkur Júlíu þökkum við kærlega fyrir samfylgdina fram að þessu, bara frábærar viðtökur og góða kveðjur sem við höfum fengið og frábært áhorf og hlustun á okkar miðlum. Og við ætlum að halda áfram eitthvað inn í haustið, það er auðvitað ekki allt búið, við erum að sjá kallana spila langt fram í október, nóvember, ég man það ekki, í úrslitakeppninni sem er framundan og svo auðvitað var kvennaliðið okkar, meistaraflokkur kvenna, að ljúka keppni núna bara rétt á dögunum með algjörum bravúr og við ætlum að taka aðeins á því í þessum þætti því að hérna í seinni hlutanum þá ætlum við að fá hann Óskar Smára hingað til okkar í heimsókn. En í fjarveru Júlíu Margrétar þá þurfti ég náttúrulega að fá einhvern á bekknum, einhvern sterkan miðjumann mögulega. Og það þurfti að vera einhver alveg nautsterkur því að Júlía Margrét náttúrulega, ef að hún stígur frá þá verður að fylla þessa gloppu á einhvern hátt. Og þess vegna ætla ég að kynna til leiks viðmælanda minn sem að heitir Almar Ormarsson. Og þá segi ég nú bara hjartanlega velkomin, Almar. Takk fyrir Kristján. Takk fyrir að koma í Upp með sokkana. Ja, mín er ánægðan. Með stöddu fyrirvara en við vonum alltaf með þig sjálfsögðu á svona listanum að svona þeim viðmælandum sem okkur langar til þess að fá í heimsókn. Að þess að ég sé að láta þið ráðna í beitúsendingu þá náttúrulega ert þú náttúrulega svona góðsögn í þessum klúbbi fram og og það er freistandi svona til að byrja með að þú ert nú búin að leggja skóna á þessa tróðfullu hillu sem er full af skóm frá hérna og þaðan en það er freistandi til þess að fá þig til þess að labba aðeins með okkur svona í byrjun í gegnum söguna. Það er svolítið síðan að þú leggst þína fyrstu leiki með fram. Manstu hvernig það er? Hvernig það var? Já, ég reyndar þegar þú segir það, þá man ég ekkert nákvæmlega hver fyrsti leikurinn var. En ég kom í fram mitt sumar 2008. Já. Þá er ég fenginn frá Káa. Þá er ég 20 ára gamall og bara í þessum fræga sumarglugga kem ég yfir, fram með þá svona í baráttunni í efri hlutanum, nokkuð óvænt, voru búin að vera frekar í neðri hlutanum árinu undan og en Toddi frændi, Þorvaldur Örlygs, var á sínu fyrsta ári með fram og það gekk býsna vel og fengu mig og já, ég man ekki að komi Viðar Guðjónsson. Já, Viðar Guðjóns kom líka í klukkanum, ég held að við hefum verið tveir sem komum og bara fljótlega eftir ég kom þá fekk ég eitthvað að koma hann inn á bekknum. Ég held að fyrsti byrjunarleikurinn hafi verið á móti KR á Laugardalsvelli en á móti hverjum ég kom fyrst inn og bara hreinlega man ég ekki. Það þurfti að rýna í sögubækunar hana. Þarna er þetta Laugardalsvöllur er það ekki? Jú. Og Þorvaldur Örlygsson er að þjálfa fram á þessum tíma. Já. Einmitt. Og manstu hvernig gekk svona fyrsta árið? Já, sko, ég er náttúrulega ég byrjaði að fekk einhver tækifæri eins og segi, ég byrjaði að liða eitthvað og svo datt ég nú út úr liðinu en það gekk býsna vel hjá liðinu og við náttúrulega enduðum á því að enda í 3. sæti og tryggðum okkur í Evrópukeppni. Ég var svona, ég held svona í 4. síðasta leik þá kom ekkert inn á í næstu leikjum fyrr en í síðasta leiknum á móti Keflavík úti og kem inn á og skora þá loksins mitt fyrsta mark fyrir fram með minni fyrstu snertingu og jafna leikinn og Hjálmar Þórans skora svo sigurmarki skömmu síðar og við vinnum leikinn 2-1, tryggjum okkur 3. sætið því miður fyrir Keflvíkinga, vonaðir sé búin að fyrirgefa mér að núna þá mistu þeirra af Íslandsmeistaratitlinum til FH
Einmitt. og til náttúrulega fræg lýsingarna höttamagg af þessum mörkum okkar Hjálmars en já, þannig að það gekk, þú veist, mér persónulega gekk svona ekkert frábærlega hana fyrsta árið, eða þú veist, þannig, ég var svona, tók tíma að koma mér inn í þetta, en samt mjög góð minning, sérstaklega þetta mark, en svo strax hana 2009, þá bara festi ég mig sessi sem byrjunleismaður og mér gekk mjög vel 2009 og bara svona eitt af mínum betri tímabilum bara á ferlinum held ég þetta 2009 sko. Já, akkurat. Þá byrjum við sko, nei, það náttúrulega ekki þá sem að Holmbert komin hann inn. Nei, hann kemur aðeins seinna. Já, einmitt. En sko, við Hjálmar Þórarins vorum svolítið að spila í þessum svona tveimur fremstu stöðum mikið, ég kannski fyrir aftan hann og svo vorum við með, þú veist, Halldór Hermann fyrir aftan okkur, Pól McShane, Ingvar Óla, þú veist, Heiðar Geir Júlíusson var hana mikið á kantinum, Ívar Björnsson spila, þú veist, ég er að gleyma einhverjum, en við förum, þú veist, það ár förum við í bikarúrslit og erum í Evrópukeppni, töpuðum í Vító fyrir blikum hann í bikarnum, en endum svo í fjórðasæti deildina, þannig að þú veist, það var heilt yfir býsna gott tímabil hjá okkur, en við rétt svo missum af Evrópu bæði gennum bikar, með því að tapa í bikarnum og að því við endum í fjórðasæti og blikar ekki fyrir ofan okkur, þannig að voru bara 3 Evrópusæti í deildinni, sko, þannig að það var svona svekkjandi við það sumar, en heilt yfir mjög fínt sumar. Einmitt. Og svo varstu svo, það ekki bara bikarmeistari síðar með Fram? Jú, 2013, á síðasta tímabilinu með Fram mitt, þá það var gott að klára svo veist. Já, það var mjög ljúft að klára þetta með titli, sko. Akkurat. Og fórstu þá til KR? Já, þá skipti ég yfir í KR, í Vesturbæinn. Já, við erum ekki komin hingað til þess að tala um KR. Nei. Og ekki Val heldur. En það samt framtenging þegar Rúnar Kristins var náttúrulega þjálfari. Já. Var þjálfari KR þá. Einmitt, það reyndar áhugaverður punktur. Sko, þú kemur svo aftur hingað eftir að hafa meðal annars farið til dæmis norður aftur. Já. En á sínu tíma, það var náttúrulega kannski þessi tenging við Totta eða Þorvald Örlygsson, og pappiðinn Ormar Örlygsson auðvitað. Já. Bróðir Þorvaldar sem að leka mitt líka með Fram í gullaldarliðinu á sínu tíma. Pappiðinn? Já, það passar og hérna... Það er kannski svo tenging sem að verður þess að þú kemur til Fram á sínum tíma eða hvað? Já, sko, þetta tímabil 2008, þá var ég nýbúinn með menntaskólann Akureyri og ég var að renna út af samning hjá KA og ég ætlaði alltaf suður í háskóla og ég ætlaði suður í lið í efstu deild. Bara á þessum tíma var KA bara svona, þú veist, eiginlega miðlungslið í fyrstu deildinni og ég bara ætlaði að taka næsta skrif á ferlinum. Þannig ég var búinn að ákveða eftir tímabil að fara suður. Síðan kemur Fram með þetta tilboð í sumarglugganum og fyrst sagði ég nú bara nei, ég ætlaði ekki að fara strax, ég ætlaði að sjá til. Við vorum meira í baráttum, þú veist, mögulega geta farið upp í KA á þeim tíma. Og svona gekk svona ágætlega framan af, svo töpuðu einhverjum leikjum í röð og sáum mögulega var úti og þá kom annað tilboð frá Fram og þá ákvað ég stökkva til og svona, þú veist, ég hafði æft hjá Totta áður, hann var þjálfari KA þegar ég var að byrja svona að stíga mín fyrstu skref í meistaraflokki. Þó ég náði ekki að spila leik hjá honum, eða þetta ekki alvöruleik hjá honum, en ég þekkti hann sem þjálfara, náttúrulega þekkti hann sem, þú veist, bara frænda minn mjög vel, en svo bara leið og ég fór, þú veist, ég kom suður og svona til að skoða aðstæður og það var mjög vel tekið á móti mér og einmitt allir töluðu pappa og ég fengi að heyra það nokkuð oft bara alla tíð síðan, sko, þegar ég kíki hingað í framheimilið að menn gleyma pappa og því liði seint. Einmitt. Það var allavega til þess að ég byrjaði sjálfur að fylgjast með Fram á sínum tíma. Einmitt. Sem krakki. Já. Vestur á fjörðum, var ég búinn að minnast það? Nei, örugglega. Ég heyrt svona einu svona til þessar. En svo kemur aftur, bara fyrir 2 árum síðan, eftir veru í meðal annars KA og Fjölni og svo Valið ekki. Jú. Já. Og það var náttúrulega mörg vötnur undir sjávar síðan og svona langaði kannski aðeins að minnast á það eða spyrja þig bara út í það. Manstu einhvað hvernig þið þú veist bara hvernig var bara umgjörðin, þú veist, þetta Laugardalsvöllur þarna þegar þú varst að spila með Fram fyrr og þú veist, þetta var kannski fyrir okkur stuðningsfólki, var þetta sérstakt, hvernig var það fyrir leikmenn að koma og peppa sig upp á þessum velli, að því að mér finnst það að vita nokkuð það bara eins og jafnvel að móterinn peppist meira við að koma á þjóðarleikvanginn heldur en akkurat Fram sem átti þetta sem sinn heimavöll. Sko, já, ég veit það ekki alveg. Það er náttúrulega, þú veist, eftir áhyggja kannski skrítið að vera alltaf að spila á velli sem maður ekki að æfa á. En þegar ég kem í Fram þá þekkti ég raunin ekkert annað hvað sem af því að ég æfði alltaf upp á KA-svæði en spilaði niður á Akureyrarvelli. Þá
þá var það þannig að bæði Káa og Þór spiluðu á Akureyarvelli, þannig að hvorugt liðið æfði þar. Þannig að, þú veist, í mínum huga var þetta eiginlega bara venjulegt þannig séð að spila ekki á vellinum sem ég æfði á eða það sem ég var dagsdaglega. Auðvitað er Laugardalsvöllur ekki frábær fyrir félag sem á þeim tíma var að fá kannski 300, 400 áhorfendur á vellinn. En þú veist, maður hugsaði bara ekkert út í þetta. Var bara svona skiptingu máli. Við vorum að spila á líklega besta grasi landsins sem var geggjað. Þú veist, það var náttúrulega mjög vel hugsað völlina því að þetta var líka landsliðsvöllurinn. Þannig að grasi var yfirleitt frábært og maður bara vandist þessu og þú veist, mér fannst ekkert erfitt að peppa mig upp að spila hana, sko. Nei, mitt. Akkurat, en allavega held ég fyrir okkur sem að vorum upp í stúku, svona okkur fannst þetta að vera einmitt, þið værum svona svolítið lítið frímerki. Og svona svo þegar ég fekk að kynnast hinnu, skilur það, að vera bara að æfa og spila á KR-vellinum alltaf sama velli og síðan var það orðið þannig hjá Káa, ég reyndar spilaði ennþá Akureyarvellin, við æfðum þá þar og hjá hinum félagunum líka, sko, en og svo náttúrulega núna, eins og þetta núna hjá Fram, bara svo það sé ekki fram, þá þetta náttúrulega allt annað líf og miklu skemmtilegra og miklu betra heldur en það var, en þú veist, maður var ekkert að pirra sig á þessu þá. Einmitt. Er þetta ekki, var þetta ekki bara gríðarlegur mikill munur bara og viðbrigði? Hvernig fyrir leikmann að koma hingað í þessa aðstæðu sem hérna í Dal Draumana? Jó, þetta var allt annað, sko. Ég kem frá Val sem svona líklega með eina bestu umgjörðina á Íslandi, svona hvernig þú veist, haldið utan mannskapinn og þú veist, aðstæðan kannski, hún ekki 100% af Valinu, hún samt fín, þú veist, við gátum alltaf æft á alvellinum, nánast allan ársins hring og erum með lyftingasal og allt það, en þetta hér miklu flottara og þú veist, ég veit náttúrulega hvernig þetta núna hjá Rúnari, en það var svona ennþá verið að bæta ýmsa umgjörð, þú veist, í kringum liðið og allt það, sko, þú veist, það alltaf hægt að gera hana betur, en hvað aðstöðuna var það þá, það var þetta langflottast á landinu og bara geggjað og æðislegt fyrir mig einhvern veginn að fá að klára ferilinn hér og þú veist, upplöða þetta því að ég var svona, mér leiði svona eins og ég var í pínu búin að missa framtenginguna eða þú veist, ég var hættur að ég var mjög ánægður náttúrulega þegar þeir fóru upp aftur í efstu deild en það var svona þú veist, ég var svona aðeins einhvern veginn, eins og ég segi, búin að missa tenginguna, svo kom ég hérna og bara leið strax gríðarlega vel og bara svona fann hvað þetta var einhvern veginn mikilvægt fyrir mig að fá aftur svona smá blátt í hjarta. Einmitt. Og þetta var heilmikið búst, bara svo ég segi það, því ég fylgdist með þér hérna upp í stúku og gerðist heilmikið í þessum glugga sem að þið Brynjar, eða ekki? Jú, Brynjar Gauti kom hérna á sama tíma og svona og gerðu heilmikið fyrir liðið og þannig að það var gaman að fá þið hérna aftur. Já, takk fyrir það. En hvernig hefur fylgst með fram liðinu núna frá því að þú hvarst á braut? Já, ég geri það sjálfsögðu og þú veist, ég veit ekki hvort ég megi segja það í þessu hlaðvarpi en þú veist, ég með 2 lið í þessari deild og það er svona Káa númer 1 og Fram númer 2, alveg klárlega þannig og sko sérstaklega í fyrra þá leiði mér alveg hræðilega þegar liðin mættist, mér fannst þetta bara mjög erfitt að fylgjast með þessu. En ég hef fylgst með framliðinu og þú veist, margt svakalega fínt í gangi, mjög ánægður með ráðninguna og Rúnari, eins og ég sagði, ég náttúrulega spilaði hjá honum og seinna fekk ég mér þess að æfa hjá KR undir þegar hann var aftur kominn þangað. Þannig ég mjög hrifinn af honum og hrifinn af svona þeim breytingum sem hann hefur gert á liðinu. Mjög svektur að liðið hafi ekki endað í efri hlutanum. Mér fannst það alveg nægilega gott en það svona misti aðeins stampi náttúrulega. Meðsli og annað. Já, auðvitað gerast þannig hlutir en þetta hvað, svona. Ef ég má spyrja, grípa fram í fyrir þér, af því að ég ætlaði að fara að spyrja þig út í sko, þessi fingraför Rúnars. Getur þú nefnt það eða getur þú sett punkt á það einhvern veginn? Hver eru svona augljósu merki sem að Rúnar skilur eftir hérna eða setur á liðið? Þannig að þetta alltaf fyrsta sumarið hans og Já. Náttúrulega augljósa dæmið bara að segja að þú veist að varnarleikurinn betri og mörkunum sem þeir fá á sig hafa fækkað. Þú veist, ég er samt ánægður að sjá að menn hafa alveg frjálsræði í sóknarleiknum. Þú veist, það ekki búið að taka það út úr því að við erum með geggjaða, ég segi bara við við erum með geggjaða sóknarmenn og miðjumenn sem geta spilað. Þú veist, bara Fred og Tiago og sjálfsögðu og Tryggvi og þú veist, það svona, maður sér það að þú veist, Mási með
er með smá frjálsræði þegar hann í þessum bakverði og sama með Halla og þú veist, það er ekki búið að taka það element úr þessu sem ég er mjög ánægður með að þú veist, það var það sem Nonni gerði mjög vel, Nonni Sveins, þú veist, hann var að spila mjög skemmtilegan fótbolta, auðvitað er þetta svona orðið aðeins þéttara og kannski finnst einhver það leiðilegra en ég veit ekki, mér finnst bara svona þú veist, þetta er bara orðið kannski svona sigurvænlegra, ef maður segja það, eða þú veist, það er svona á meðan að Nonni þú veist, auðvitað vildi Nonni vinna leiki, ég er ekki að segja það, en hann var samt líka, þú veist, stórt atriði hjá honum að liðið væri að spila skemmtilegan fótbolta, meðan að Rúnar kannski átta sig á því að stundum er allt í lagi að vera aðeins, þú veist, leiðilegri innan gæsalappa og ef það skila fleiri stigum og það hefur gert það, en hann þarf eitthvað að skoða hann seinni hluta og sjá hvað hefði mátt betur fara. Já, akkurat. Ef maður ætlar að fara eitthvað í sauman á því og ef maður væri einhver sérfræðingur þá kannski væri maður að horfa til þess hvað þetta bæta eða eitthvað slíkt, hvað þarf Rúnar að gera til þess að þú veist, hvað þarf að auka á breiddina eða hvernig sem hefur þú skoðun á því hvað og getur ímyndaði hvað Rúnar myndi gera svona eftir þetta sumar, hvernig sem fer nú, við vonum allavega að þetta fari nú vel á síðasta sprettinum og við verðum áfram í bestu deildinni. Já, það þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því, sko. En nei, þú veist, ég veit það ekki. Nei, satt að segja, ég veit ekki hvar, eða þú veist, það er bara fyrir Rúnar og fyrir félagið að átta sig á því, þú veist, þetta vill maður vera með solid hafsenda sem eru, þú veist, saman að spila. Það var svona að vera, þú veist, smá rót þar en það er náttúrulega út af meiðslum og annað. Þú veist, ég væri til í að sjá einn, þú veist, auka framherja þannig að, ég meina, þú veist, ég veit að mörgum hér og mig hefur lengi dreymt að fá Helga Guðjóns heim. Já. Hann hefur verið nefndur til sögunar og ég held að hann væri svona púsl sóknarlega sem myndi passa fullkomlega inn í þetta. Já, akkurat. Og svo, þú veist, svo er þessi fræga staða, þú veist, djúpi miðjumaðurinn, sko, þú veist, það er svona að vera smá rót líka á því hver á að leysa hana og þú veist, það væri kannski að hægt að finna einhvern sem myndi smellpassa í það og svona binda þetta algjörlega saman, en ég veit ekki, þú veist, ég treysti Rúnari betur en sjálfur mér til að finna út þessu, sko. Einmitt, það verður forðulegt að fylgjast með restinni, framhaldinu. Já. Og eins og ég segi, þetta var náttúrulega bara fyrsta sumarið hjá Rúnari, auðvitað hefði maður viljað, eins og þú sagðir hérna réttilega áðan, sjá liðið í toppbaráttu, en ég held að við sem höldum með fram hljótum að vera og sýna þolinmæði. Þetta er náttúrulega bara, eins og ég segi, spennandi með framöndan og það er verið að byggja upp til framtíðar í Úrvalsdalnum og ég meina Rúnar sagði sjálfur að hann vildi í rauninni vera í stöðu að berjast að vera í efri 6 þegar að þú veist þetta væri að klárast og liðið var þar og er þar, og þú veist þó að sé farið núna en ég meina það vantaði sára lítið upp á til að liðið væri þú veist myndi enda fyrir ofan Stjörnuna og framliðið er ekki slakara heldur en IA og FH sem eru hann í efri hlutanum þetta eru bara þú veist ég held að Fram sé vonandi komið á þann stað að vera einmitt að berjast við kannski akkurat þessi lið og svo bætum við káa inn í þetta mengi. Þetta eru svona þessi lið sem eru, þú veist, þau eru aðeins á eftir þessum topp 3 liðum en þau eiga að vera fyrir ofan þessi þá ætlum ekki að segja þetta káar kannski í fjóra hópin þó þeir hafi verið sumar en þú veist þetta eru liðin sem svona eiga ekki að vera í neinni fallbaráttu, þetta getur allt gerst en er að berjast þú veist, þá þessi kannski 3 auka sæti í efri hlutanum. Já. Einmitt. Hvað með þig sjálfan? Við höfum heyrt og séð í íþróttafréttum á RÚV og þú ert þar svona í hlöpum hér og þar. Bara ég er búinn að vera að vinna þar núna í svona, ætlar ekki koma 1,5 ár í alls kyns stöðum og núna farið að færast í aukana ég sé fenginn í einhvers sjónvarpsgig. Akkurat. Og þetta líka að lýsa og annað en bara kom nokkuð óvænt upp með mér og mjög gaman, ég svona fengið mitt þá þú veist, að vinna áfram við íþróttir en á annan hátt svona var einmitt að hugsa, þú veist, ætti ég að fara í þjálfun eða eitthvað slíkt en þetta svona hinga til hefur komið hans í staðinn fyrir það að vera að spila fótbolta Já, einmitt, akkurat því að maður hugsaði einmitt út í það hvort að þú færir ekki eitthvað slíkt það kýtlar kannski þú veist, jú, en það þyrfti einhvern veginn að vera bara rétt
starf ef að kæmi að því, sko. Þú veist, einhvern veginn hjá, réttu félagi og hjá, þú veist, þá aðstoðar þjálfarastarf hjá réttum þjálfara. Já. Það svona, þú veist, það er kannski helst það sem kýtlar og minna að fara í einhverja yngri flokka þjálfun eitthvað slíkt, en það getur vel verið að það komi einhvern tímann. Ég er ekkert að stressa með þessum hlutum, sko. Einmitt. Spennandi á lokum. Ég er að fá hann Óskar Smára hérna rétt á eftir og við vorum að fagna honum og liðinu hans bara núna á síðustu helgi. Fylgdustu með stelpunum og uppgangi framliðsins? Já, þú veist, ég hef ekki mætt á leiki neitt slíkt, ég bara því miður hef ekki tíma í að mæta og nærja marga fótboltaleiki, hvort sem það sé hjá konum eða köllum, en þú veist, auðvitað ég hef kíkt á úrslitin og svona séð núna liðið lyfta sér upp töfluna og mér finnst þetta bara algjörlega magnað. Þegar að ég var hérna í fyrra skipti, þegar ég kom fyrst í Fram, þá var held ég nýbúið að stofna aftur kvennaliði, ef ég man það rétt. Einhverjir sakfræðingar geta leiðrið mig, en það var allavega svona, þú veist, þær voru þannig eitthvað og ég þekki nú nokkra sem voru í þessu liði og það var svona, það var kannski meira djamlið heldur en fótboltalið, sko. Bara, ég leyfi mig bara að segja það. Margar þeirra voru, þú veist, meira þannig upp á félagskapinn og eitthvað og þá voru margir, eins og frændi minn orðaði svona, ríkir kalla með dýrbindi sem voru ekki hrifnir að því að væri kvennalið yfir höfuð í Fram. Ég skil. Og svona, þú veist, einhverjir, ég ætla ekki að segja allir sem betur fer en þetta gekk og svo núna loksins byrjað að taka einhver skrefi að koma þessu á alvöru stað og þetta skiptir gríðarlegu máli. Ég veit að þú vilt ekki ræða Valsara á Hlíðarenda en bara eitt af því sem ég kynntist þar er einmitt hvaða skiptir máli að það sé einhvern veginn, þú veist, allt félagið sé í góðum málum, skilur. Já, einmitt. Ég meina, Valur náttúrulega hefur gert vel í að vera með liði í efstu deild í kalla og kvenna, bæði fótbolta, handbolta og körfubolta og þú veist, og það smitar bara út frá sér. Og þú veist, og þetta þarf Fram einhvern veginn að tækla, þú veist, núna erum við með þá lið í efstu deild í bæði karla og kvenna í handbolta og fótbolta. Einmitt. Og þú veist, þetta þá að virkja svona, þú veist, smá samgang hann á milli. Ég er ekkert að segja að fólk þurfa að fara út að borða í hverri viku eða eitthvað, en þú veist, það þarf svona aðeins að svona, þú veist, sýna, þú veist, ef að kvennaliðinu gengur vel, þá að það smita út í kallalið, ef að fótboltanu gengur vel, þá smita það í handboltan, handboltin tilbaka, þú veist, þannig að, þú veist, þetta trekkir líka að fleiri áhorfendur, verður meiri bara stuðningur innan félagsins og þú veist, þannig að þetta skipti máli og nú að bara Fram að gera svo vel að halda áfram að halda vel utan um stelpunar og halda þeim í efstu deild og bara, þú veist, það hjálpar bara allstaðar, sko. Velmælt, Almar. Virkilega góðu punktur og þetta þekkir þú líka vel að því að kona þín alltaf, hún Adda, var í Val. Og náttúrulega ennþá hann að þjálfa, sko. Einmitt, nákvæmlega. Þetta er bara virkilega góður punktar sem við fáum í lokin, Almar, og þangað til að við sjáum þig kannski bara í þjálfun eða einhverju slíku, þá fáum við allavega að sjá þig á skjánum og í útvarpinu og skrifa íþróttafréttir. Myndi þið drepa þig að vera í framtreyju í útsendingu? Heldur að yfirmenn okkar hann á RÚV myndi samþykkja það. Ég get kannski verið innan undir. Skulum við sjá til. En Almar Ormarsson, kæra þakki fyrir að koma upp með sokkana hlaðvarpið. Já, takk heilega. Áfram fram. Næst ætlum við innan skams að fá hann Óskar Smára til þess að koma til okkar og spjalla við ykkur einmitt kvennalið Fram. Þá er hann komið til okkar, hann Óskar Smári, hjartanlega velkominn og takk fyrir að koma upp með sokkana. Takk fyrir. Ég segi nú bara til að byrja með, hjartanlega til hamingju með árangur þíns liðs. Það er valla, ég sé búin að ná mér eftir frábæra leikjarna síðustu helgi og ótrúlega gaman að fylgjast með og búið að vera mjög gaman núna í sumar. Hvernig hefur gengið hjá þér bara að komast niður úr skíunum? Já, takk fyrir að sömuleiðis, kannski byrja að segja það til sömuleiðis, bara til allra framara. Það gengið bara vel, bara þreyttur, ég mun að vera svolítið þreyttur fyrstu dag, bara svolítið spennifatt kannski og kannski bara eðlilega. En þetta er búið að vera, þetta var alltaf bara frábært tímabil hjá Fram, kvennaliði Fram, það er búið frábært tímabil hjá okkur og geggjað enda þetta á svona hátt með fulla stúku og fólki vera að tromma og melólæti og eiga svona, frábæra framistöðu, ekki bara í lokaleiknum, heldur bara loka umförinni. Náttúrulega fórum vel á staði byrjun tímabils,
hallandi fæti aðeins en ekkert alvarlegt því að við spiluðum vel. Já. Svo tókum við seinni umferðinni og vorum geggjaðir seinni umferðinni þannig að það var alltaf bara geggjað tímabil frá A til Ö sko. Mér langar að spóla tilbaka áður en ég fer aðeins áfram í einmitt tímabili núna. Já. Hvernig bara eða bara aðeins með okkur í gegnum þetta? Þú ert búin að sko þjálfa í nokkuð mörg ár og koma, fyrst og fremst ert að norðan og hjá Tindastóli, spilar þar og þjálfar, er það ekki á sínum tíma? Jú, einmitt. Og kemur svo suður hérna, þú þjálfar líka í Garðabæ? Já. Já. Hvernig kom það til bara, þú veist, að bara fara að þjálfa? Já, sko ég var leikmaður, ég segi það nú marga, ég var nú ekkert frábær leikmaður, en ég var leikmaður í mörg ár, ég var bara frá því ég var 5 ára gamall í sveitinni fyrir norðan, þá var fótbolti einhvern veginn bara alltaf mitt og var í ungmennafélagi Smára þegar ég var yngri. Ég byrjaði fótboltaferil í yngri flokkarnir, ég var í Smára, varmalið, spilaði með sveitaliðin þetta var sveitalið sem varmalið stendur fyrir, þetta voru rauninni bara krakkar úr sveitin sem mættu einu sinni í viku og fótboltaæfingar í varmalið. Var bara mjög ungur þegar ég fekk bara fótboltadellu rauninni, ég var bara 5-6 ára þegar ég fór bara út á tún alla daga og fór að spila og dró litla bróður minn eða litla systur mína með og var í 4. flokki, þá fór ég í Tindastól, fór að spila þar og er frá Sveitabæ sem er 15 mínútur frá Sauðárkrók, þannig að ég er meiri, ég segi fólk ofta, fólk kemur á norðan, ég er Skagfirðingur, ég er ekki uppalinn á Sauðárkróki sem slíkum, en fer í 4. flokk norður og spila með meistaraflokk Tindastóls þangað til ég 26 ára, ég meiðist lendi í smá meiðslum 2013, þar sem ég brýta minn héskilina og lendi í alveg svolítið stóru slysi á æfingasvæðinu á Sauðárkróki og þá ég fann það bara ár eftir ára og sagt mig að ég myndi kannski geta spila, kannski alveg samanlega, því þá var ég að spila í fyrstdeild kalla á Sauðárkróki og við vorum náttúrulega mjög góðir á þeim tíma. Tindastóll voru, Donni tók við liðinu 2000 og ég man ekki hvernig var ártölu fara að renna alveg eitt hjá mér með þetta, en við vorum í fyrstdeildinni og ég brýta minn hér 2014 eða 2013, ég man ekki alveg hvort árið það var, þess ekki 2014, en við vorum, og ég fann það bara þá, svona setna mér þegar ég byrjaði ári eftir það, þá fór ég að byrja að þjálfa, þá 2015, þá fyrsta árið sem ég þjálfa. Þá ég með Stefán Arnar og hann var þá meistarskallþjálfari, hann bara réði mig yngri lokastarf. Byrjaði að þjálfa þá svona bara með því að vera að spila fótbolta og vera að vinna óna það líka. Og þá svona hægt og rólega 2-3 ára fann ég bara að þetta var ógeðslega gaman og þetta var gefandi og þetta var skemmtilegt. Þannig að ég fór 2018 hafði síðast tímilum af alvöru í fótbolta og þá fer Atli Sveinn Þórðarsson heitir hann, Hafsend fyrrum, þjálfari einnig, var yfirþjálfari Stjörnunni og hann pikkaði í mig á einhverjum móti sem ég var að þjálfa, hvort það er símamóti eða eitthvað, og vildi fá setjast niður með mér og bauði mig þá að koma í Garðabæinn og þjálfa 2. og 3. flokk kvenna í Stjörnunni og þá svona tók ég bara með þetta ákvörðun það, 26 ára gamall að þetta væri bara kannski komið tími á að hætta sjálfur og fara kannski bara að fara að búa til einhvern þjálfara fyrir, eða fara í þjálfurina og það var ógeðslega gaman í Garðabæ og Stjarnan er geggjaður klúbbur, bara átti 3 frábær ár, ég eiginlega bara þaðan, fyrsta árum mitt var ég með 2. og 3. kvenna og á næsta ár var ég með 2. og 3. og var aðstoðarþjálfari meistaraflokks með Kristjáni Guðmundsssyni. Já, einmitt. Og ég fekk eiginlega bara blessun á mitt líf að hafa kynnst Kristjáni Guðmundsssyni, því að hann tók mér bara undir sinn svolítið svona vendavæng og kenndi mér bara alveg gríðarlega mikið á mjög stundum tíma á 2 árum og enn þá daginn í dag ég að hringi hann daglega til að fá ráð og þá fór út af stað og 2019 og 2020 er ég í Garðabænum og 2021 fer í norður og tek við Tindastóli efstild kvenna. Þannig að það var fyrsta svona með Guðna Þór þjálfara Háka í dag, það er fyrsta aðan þjálfara starfið mitt í meistaraflokk kvenna. Einmitt, þannig að svona
hræðilega meiðsl sem að vera til þess að þú kannski fer að svona yfir í þjálfun og Já, slíkt en og- þú veist, mér finnst svo leiðilegt Já. alltaf. Það segir svo margir. Ég var svo góður, svo meiddist ég, sko, þannig að það var ekkert úr ferlinu. Það ekki, veist hvað Nei, er þetta er gott fyrir hlaðvarpi sko, að hafa svona eitthvað hörmulega Já. En ég vissulega, ég var að spila fyrst deild kalla Já. og náði að spila öllum deildum nema efstild Já, á það eftir, en ég var nú að segja Rúnar daginn að það verður manneklega í lokaleikjunum þá væri ég nú með félagskipti fram og það væri alveg hægt að henda mér inn á í kannski 2-3 mínútur en ég var ungur, ég áttaði mig ungur að mér langaði að fara að þjálfa og eins og segja, ég hef verið einstaklega heppinn, ekki bara kannski með Kristján, bara marga. Ég fekk marga góða þjálfara og líka slaka þjálfara þegar ég var leikmaður. Já. Ekki slaka heldur, bara aðeins öðru sér kannski nálgun þjálfun heldur en ég myndi vilja hafa hana. En þú kemur, þú kemur þaðan sérst frá Tindastóli svo og hingað til fram. Já, ég var Hvað kom til þess? Ég fóð 2001 norður og tók við liði sem var að fara upp deild, bara rétt eins og Frammer gera núna og Guðni, Jón Stefán og Guðni voru saman og Jón Stefán fór steig til hliðar og ég var ráðinn inn með Guðna og við fjallum það ár og þetta var fyrsta skipti sem að Tindastóll átti liði efsteldi í fótbolta í sögunni, þannig að brjóta blaðið og fá að vera fyrsti þjálfari í sögu Tindastóls að fá í efstu deild, það var alltaf bara risastórt tækifæri sem ég gæti ekki satt neyðu. Þannig við fórum norður og ég er skrifandi eins og samning með svona það í huga að við myndum að setjast niður í tímabili og svona rétt, bara við fjallum í lokaleiknum mútið Stjörnunni sem var svolítið súrrealískt að falla síðasta leika mútið Kristjáni en ekki það nú aldrei þannig að fellir á síðasta leika það sé sáleikur sem fellti, sko, hann alltaf heilt tímabil sem hann fellir á en eftir það var bara fundum með stjórn og mér á tilkynnt að ég fengi ekki áframhaldandi samning hjá Tindastól. Þau vildu leita af meiri reynslu og meiri þjálfara og alltaf margir leikmenn nálægt mér aldrei og margir þekkt allir sýstu mínu sem fyrirliða og leikmenn annað sem að ég á búin að þekkja bara frá því ég var lítill og það er mig líka og þau Tindastóll voru mjög heiðarlega með það, þau vildu bara fá reynslu meiri þjálfara og báðu mig að fara suður og ná í meiri reynslu og koma svo tilbaka. Ég ætla að gera annaðra, ég ætla að ná mér meiri reynslu en ég er ekki sem farið tilbaka. Bíðum aðeins með það. Já. Og þú kemur hingað og þá ertu fyrsta árið það ekki með, heitir hún Anita? Já, Anita Lísa, við vorum 2 saman og hún það má, sko, í velgengninni í dag, það má ekki gleyma hennar þætti í þessu því að hún hefur, við byrjum þetta saman og höfum verið ennþá í dag í ári með miklu samskiptum og við förum saman upp á fyrsta ári og höldum liðinu uppi á næsta ári og hún á alveg því við líka þátt í þessari velgengninni í dag þótt að hún sé ekki skráð með nafn sitt á því, sko. Þannig að bara nota tækifæri og minna fólk á það og mér finnst líka virðingarvert við henni að hún er búin að hringja alveg, ég er búin að hringja nokkur sinnum og senda fullt af skilaboðum, það er svo auðvelt að vera núna svo lítill og fúll að vera ekki á staðnum. Hún er bara samgleðst öllum í fram ógeðslega mikið og er bara þvílíkt, hún er bara í skíunum með hennan árangur og hún er alltaf stóran þátt í þessum árangri. Er þetta ekki eitthvað sem að kakkarnir kalla shoutout á Anitu? Já, er það ekki? Ég get ekki sagt það, þetta sé þetta gamla góða shoutout. Já, akkurat. En Óskar, ef þú lappar aðeins, annað frasi að lappa yfir eitthvað, en ætlum ekki að byrja að lappa neitt, en þetta, ef þú ferð aðeins með okkur yfir, sko, bara umgjörðina kvennaboltan, sko, þetta er nú margum tala bara almennt og við áttum gott spjall við Almar Ormarsson rétt áðan og við fórum aðeins að tala kvennaboltan í þessu samhengi. Hvað viltu segja okkur svona áherslunar innan fram? Það lítur að hafa einhvað að segja að sko halda úti auðvitað og gera vel við kvennaboltan og minna það er auðvitað 2024 og að tala þetta í raun og veru en samt sem áður það þarf að búa til félag og það þarf að leggja áhersluna á breiddina. Já, og líka bara, sko, það er svo auðvelt að tala bara hlutina, sko, og segjast alltaf að gera það og við viljum gera þetta svona og allt það. Þetta hefur bara verið þannig og ég segja svolítið stoltur út af við að Fram er bara fyrirmyndafélag kemur að jafnrétti kynja að öllu leyti og ég man þegar ég byrjaði það var fyrsti fundur sem ég satt var með Aðalstein Aðalsteinsinni, Daða Guðmunds og Tóka Popp og ég gleymi aldrei að Tóki satt með derunum sín og sólglurun eins og honum er líkt og hann segir, ég spyr jafnrétti stefnu innan félagsins, þá segir hann, ég sko stórum málunlega, en við þurfum aðeins að fengja litlu hlutina og þetta var svolítið rétt hjá hann, sko, en
en stóru málum er heldur betur lægi og umgerðin og þú veist, fólki sem kemur að, og ég er búinn að segja þetta við alla, þú veist, þessi árangur sem við náum núna á þessum stutta tíma, það er 5 ár síðan lið var stofnað frá því Kolbeinn Auður stofnaði lið. Þetta er bara, þetta er svo mikil vinna á margra þátta, mikið af fólki sem kemur að liðinu sem að rétt eins og Anita eru svona fólk sem að færi ekki kannski klappið að baki sem á skilið, þú veist, og þá er það bara mestalans kvennaráð, það er stjórn, það eru sjálfboðaliðar sem koma á leikina, sem eru í gæslunni og framara sem bara koma á leikina við slíkt, þannig að þú veist, hvernig fólk innan félagsins, bara ekki einu sinni, ekki bara í ár, það hefur verið öll þessi ár frá því byrjaði hérna, bara mjög mikill meðbyr og mjög auðvelt fyrir mig að fá mitt í gegn hérna sem þjálfari. Ég held ég bara get ekki sagt, ég held ég að fengi allt sem ég í rauninni sko, og það er heldur betur ekki sjálfgefið og hefur ekki verið, og ekki bara í kvennabolta heldur líka bara í karlabolta. Þannig að þú veist, fólki innan félagsins sem slíkt, þú veist, stjórn knattspyrnudeildar, meistaraflokkskennarar, starfsmenn félagsins, stuðningsmenn, svo ofboðslega margir styrktaraðilar, svo ofboðslega margir sem að hafa komið að kvennaliðinu í ár og í fyrra og árið undan, bara þú veist, sem að eiga þessa velgengni svo mikið skilið og hafa lagt sitt að mörkum svo að þetta sé hægt. Þannig að það eru óbúslega margir sem hafa sendt mér skilaboð og spurt mig sko, hvernig gerist þetta svona stuttum tíma. Það er mjög einfalt svar, það er bara metnaður. Það er bara metnaður í að vilja gera, vilja ná árangri, vilja leggja vinnu í hlutinu sem hefur verið að reyna að vinna. Þannig að ég sé alltaf bara til hamingju fram sko, ekki, þú veist, og stelpunir náttúrulega sjálfsögðu eiga náttúrulega allt hrú skilið því það er náttúrulega voru stórkostlegar og eru stórkostlegar í fótbolta en hérna þær væri ekki hérna ef það liði ekki vel hérna, þær væri ekki hérna ef það væri ekki bóðið upp á ákveðna hluti sem að við teljum ykkur gera framúrskarandi og betur en önnur lið og því verður fram á mjög stuttum tíma bara svolítið svona ábyrrandi heillandi lið, hvernig minn. Og aftur, þetta er bara virkilega gaman að heyra þetta og metnaður, finnst mér bara mjög gaman að heyra þetta orðið þessu samhengi og ég held að við sem steyðum fram og fylgjumst með, við finnum það að hérna, jú, algjörlega og það er vel haldið utan þessi lið finnst manni einhvern veginn og auðvitað er ofboðslega gaman að sjá allt ungviðið hérna, þú veist, yngri flokkana og hérna, þetta er, og krakkarnir eru að koma og bara ef við höldum okkur áfram í sjátátinn hérna bara að sjá sko foreldrarnir hérna í hverfinu að koma með krakkana og alla leikina þú veist og allt það, menn þetta skiptir rosalega miklu máli. Bara á þvílíkt hrósa eins og sumar bara búið að frábær stuðningur í liðið sumar. Algjörlega, virkilega gaman. En hérna bara aftur aðeins að þessari hérna þessu sumri, hvað, þú veist, bara þú ert búin að svara þig kannski en samt sem áður, sko þetta ungt lið í raun og veru, svo segjum það bara. Hvað er það sem gerir það að verkum að þú veist, er eitthvað hugafar, var eitthvað hugafarsbreyting? Mér finnst þess að ég hafi heyrt eða lesið einhvers staðar eftir þig leik sem að þeir töpuðu mjög stórt í upphafi þessa leik, æfingatímabils eða? Nei, við töpuðu sko fyrstir í byrjun í janúar. Þá töpuðu við 19-0 fyrsta æfingaleik. Þá vissum við að það væri mikil vinna framundan. Akkurat. En hérna, og alltaf ár eftir ár höfum við orðið betur innan sem utanvallar. Þú veist, við höfum alltaf bætt allt sem við erum að gera og við erum alltaf að verða betur og betur í öllu sem við erum að gera. Tímabili ár fannst mér kannski, ég var stoltastur af því að í fyrra og ára undan, alltaf fóru upp á rannveldinni með glæsibra og við bara okkar spáð 7. sæti og hérna og rulluðum í rauninni þannig séð við deildina á þessi, ég ætla ekki að bera og við sagt með fullir virðingu til annar liða þeirra deildar það árið að gekk rosalega vel 2022 og við mistum mikið út þá vorum við með 3-4 atvinnumenn sem fóru allir tilbaka og við vorum með leikmann láni sem kom ekki tilbaka og einhverja hættu og þá byrjuðum við eiginlega bara við þurfum að bæta við liðið okkar, við þurfum að styrkja ennþá meira og við þurfum að byrja aftur pínu á 0 punkt og þá förum við inn í fyrstu deildina og okkur var náttúrulega bara spá falli og við töpuðum öllu leikjum undirbúningstímabili og fyrstu 2 árin undirbúningstímabili töpuðum við meira og minna bara flestu leikjum sem við spilum og hérna náðum samt góðum árangur í fyrra, 7. sætinu, það var 4 eða 5 sæti, eða við setjum okkur að spá 10 og allar bara sigri og góðir atvinnum sem kom inn og stelpur sem voru hér sem verið betri og hérna við gerðum vel leikmannamarkaðinum íslenska fyrir það ár
Svo núna í ár sem að ég kannski, og það tímabil vorum við þannig að við þurftum bara að vinna réttuleikina. Við vorum í 7. sæti í deildinni, við þurftum að vinna KR, Augnablik, fyrir FAL, liðin sem voru í kringum okkur. Við áttum ekki breyk í Fylki og breyk í Víking og HK þessi lið. Þóttu höfum að vísu unnið HK tvisa þar sumarið. En þá vorum við bara þeim stað, við vorum nýlegar, við þurftum að setla okkur í deildina, við þurftum að setja bara, koma okkur á þann stað að við getum sagt eftir kannski einhver ári við sem gott lengjaldalið. Svo kannski núna sem að stærsta breytingin á milli ára núna að við heldum kjarna frá því fyrra og náðum að byggja hún á hann og í staðinn fyrir að vera setja bleikja við hverjum að spila múti þá byggum við, þá var leikstílinn okkar miklu meira það var miklu meira skýrari sín hvað leikstílinn okkar, hvað hann snýst tilkomu mjög öflugra leikmanna, atvinnumanna pluss öflugra íslenska leikmanna sem komu hérna var svo bara til þess að við náðum að búa til mjög gott lið fyrir tímabili ár. Leikmenn sem voru í lykilhlutverki í liðinu í fyrra voru ekki að stórhlutverki í ár og mér finnst þetta að vera stærstu sigurverðarnir í sumar. Leikmenn sem að æfa hvern einasta dag, leggja allt á sig, eru hluta liðinu skipti jafnmiklu málum sem allir leikmenn. Það eru leikmenni sem ég fannst að vera gegn og þá ætla ég bara að nefna dæmi þetta. Þóra Varmarkmaðurinn spila 3 leiki, fær þessu 1 mark. Vinnum 2 leiki og 1 jafntefli og svo kemur nýr atvinnumaður í marki og það er svo auðvelt að fara í fíl og gefa með miðuppettan. Hún bara heldur áfram, tilbúin ekki allir kemur. Ólína, Þórey, Kari, það er svo margir leikmenn sem að spilu tölvöld starfhluturki í fyrra, voru minnarhluturki ár en alltaf klárar og alltaf þegar komu inn á eða byrjuðu leik þá var hann alltaf á þeim stað að liðið var það ekkert slakara, skilju hvað Partur á liðinu og tannhjólinn sem að og það var þessi liðselt sem þessi stelpur bjóð upp á og bjóð upp á fyrir hver aðra að það er mjög sjaldgæft að sjá svona miklu liðselt fyrst mér og ég held að það sem er komið til með það er bara þær eru allar á svona blaðsíðunni, þær vita hvernig protokól er, þær vita hvernig þjálfariteymi vinnur, þær vita hvernig félagi vinnur og það óætlumanlega vel, það eiga allir sama stað, það tilheyrir allir og það er allir með tilgang til að vera hérna. Þannig að mitt stærsta svona í dag fyrir sumari var ég stoltastur af liðinu og stoltastur af einstaklingum í liðinu hvernig þær voru í sumar. Hvernig þær voru sem lið, hvernig komið fram í hver aðra, hvernig komið hérna æfingarsvæði. Og ég tel að það hafi verið svolítið stór þáttur því að við hefum náð þessu þvílíku rönni sem við náðum í seinni hlutanum að þær voru tilbúin að gera allt fyrir hver aðra og ekki bara fyrir hver aðra heldur bara fyrir klubbin sem að þeim þykir vænt þannig að ég er svona verða að gefa leikmennum mínum bara risa stór trós fyrir það hvernig þær hafa tæklað þetta sumar alveg bara frá leikmenn nummer 1 upp í 23. Þetta lítur að vera lykillinn að þessu bara svo að það sé sagt að liðsheildin það er það sem að það er hún sem skapar árangur og það allt og þá er freistandi að tala aðeins framtíðina og meina fram ykkar lið, kvennalið meistaraflokkur kvenna kom inn í bestu deildina og lenda þarna í öðru sæti, enda þar með frábærum sigri á FAL í síðasta leik og hvað er framöndan? Við tölum aðeins áðan að þú væri bara svona svolítið svona áður en komst hérna fórum í upptöku þá náttúrulega bara var svona aðeins rólegur og finna fjöluna kannski aðeins eftir síðasta leik. Safna orku bara. Já, nákvæmlega. Já. En sko Jú, maður getur alveg séð og sagt kannski lið sem koma upp, fara raglæs aftur niður í tralalei, eitthvað svoleiðis, en sko liðsheildin, það eru erlendir leikmenn og íslenskir leikmenn, hvað er framöndan? Ég held að sé náttúrulega langstærst að skrifa okkar núna að setjast niður bara ekki alveg strax, fá smá breyk, bæði leikmenn og þjálfarar og stjórn og fleiri, fá bara smá frí núna, verðskulda frí að mínum mati og svo held ég bara að það sem við þurfum að gera núna sem félag er að setjast niður og bara búa til næsta plan. Við höfum alltaf verið með plön og alltaf verið með eitthvað sem við ætlum að gera. Við vorum með 5 ára plan og 3 ára, 5 ára. Nú það er bara búið til nýtt plan. Og fyrir mér, ef ég á að vera bara alveg heiðarlegur, ég er ekki að fara í úrvalsdeildina til að gefa give me 5 og vona það besta, skilur. Ég ætla bara að vera heiðarlegur. Ég bara, þegar þú finnur lykt af sigri og smjörþegin og sigri, það heldur honum viðgangu, það heldur honum áfram. Til þess að við getum farið þangað að verða gjaldgend og gott stillalið, þá þurfum við að byrja að bara vinna hratt og strax, skilur. Og svo vinna verður mikil og bæði fyrir leikmannhópin og fyrir stjórnarmenn og fyrir alla sem koma að liðina og er þetta meiri vinna en hefur verið undanfarin ár.
ég held að Þetta er stór stökk. þetta er stór stökk og þetta er mikið skref upp á. Við höfum spilað 2 bikarleiki núna 2 röðum, þetta er Val og Breiðablik sem hafa farið 7-8-0 fyrir þeim liðum. Þannig að við vitum það alveg að við eigum harðir að vinna, það er hörð vinna framöndan hjá okkur, en ef við ætlum ekki að hlakka til hennar og ef við ætlum ekki að taka hana með æðruleysi þá getur alveg sleppt þessu, skilur. Rétt. Þannig að þetta verður bara mjög, mjög gaman af því að það er svolítið lykillinn að því, við höfum alltaf sagt við alla leikmenn sem hafa komið undir fundið, þetta er partí, þetta er kallað þetta alveg draumana, þetta er svona, við reynum að búa til hennar óveruleika, en þetta er samt þannig og við erum ekki að stoppa þar, sko. Þetta er frábæri punktar að tala þetta, að þetta ánáttúrulega að vera gaman. En Óskar, hann Almar kom inn á mjög góða punkt, fannst mér áðan í samtali okkar, það sem hann var að tala þetta með kvenna og kalla liðin, sem sagt, og hann þekkir aðeins til í Val, hann var þar og konunars Adda og þar er gert vel, það fer svo mikið framjáninu sem að fylgjast með Algjörlega, sammála því. Og bara talandu það hvað er mikilvægt bara fyrir almennan samhug innan félagsins að það gefi það að það sé uppgangur í kvennaliðinu gefi áleiðis bara til kallaliðin og öfugt. Finnst þér þetta vera við líði og heldur þetta sé eitthvað sem að sé málið núna næstunni? Já, sko, þegar ég tala félagi, ég tala að félagi átti skil og félagi gerir þetta, kallaliði spila bara risastórt hlutverk í því að kvennaliði fór deild, sko. Það er bara staðan. Ég sem þjálfari, ég labba banka og heyra allt sem ég vill og þegar við töpuðum þessum leikjum í sumar, þá fékk ég bara fund með Rúnari og bara fór yfir mína vinnu, hvað finnst ég Rúnar? Fyrir mig sem unga þjálfari að fá það, og Rúnar bara ekkert mál. Við æfum með sömu boltana, sömu vestina, sömu keruðum, fyrir saman í æfingarferð, strákarnir bera mikla virðingu fyrir kvennaliðinu og svo öfugt. Við erum bæði með GPS og ég kannski kem inn á það líka stór ástæða líka að við fengum núna mælingreiningar á það að það var lítið það var eiginlega bara engin tóknun í sumar og ef leikmaður var tæpur og droppa hann út að GPS sem kom inn núna fyrir tímabili sem að félagi fjárfest í fyrir okkur skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að það er þegar þú talar svona kallaliðið hefur stuttið baki á kvennaliðinu og kallaliðinu alveg bara massíft og mér finnst samgangur þeirra liða vera óbærslega flottur og Garrett er náttúrulega bara að koma inn í þetta félag bara eins og stórfsveipur og hann er náttúrulega líka aðstoðþjálfari minn og markmannsþjálfari þar og Ingi og Henrik styrktarþjálfari hafa búin að standa sig gríðarlega vel, þeir eru báðum megin. Telma var veik daginn og Einar sjúkraþjálfari í kallaliðinu, hann ætlaði nú bara að fresta hann var búin að fresta ættamóti sem var að halda til þess að vera í leiknum á laugardaginn, skilju. Maggi liðstjóri tilbúin að gera allt fyrir stelpurnar í hjálpa Sögu og Bjarka ef það vantar eitthvað, þannig að allt þetta sem kemur að sameiginlegu meistaraflokk þá gæti ekki verið stoltur að því verandi kallmaður að sjá hvað virðingu stelpurnar fá, Óli og Gummi í hálfleik með boltaleikina og þetta er ómetanlegt að það sé borin virðing fyrir því að það eru kalla og kvennaliðina og ekki bara virðing sé borin, það er bara, eins og sagði bara í byrjun þáttarins, það er ofta að segja eitthvað og ekki meina með því, en að sjá alla strákan í meistaraflokk kalla í stúkun og lögða, það gladdi mig mikið. Já, frábært, næstu því loka orð, Óskar, þetta flýgur áfram hjá okkur, við erum komin á tíma. Já, ég var nú búin að skrifa hérna spurningu, ég held að það sé nú kannski svolítið búin að ræða þetta kannski að því að austan er að koma upp með fram og þú ert sjálfur úr sveit úr Skagafirði. Er þetta sama klísja uppi við hjá stelpunum eins og strákunum? Nú ætlum ég bara að leyfa mér að staðhafa eitthvað sem ég hef heyrt, ég er nú engin sérfræðingur, en það er þetta með kannski ungu leikmennina sem að kannski fara síður kannski út á land til dæmis til þess að spila og fá kannski meiri spilatíma heldur en í stóru liðunum í borginni og vilja kannski frekar ég er kannski bara eitthvað alhafa með eitthvað svona klísju sem að fjallar kannski unga leikmenn í liðum sem að komast ekki inn í liðið en kjósa að sitja frekar á bekknum. Þú kannast þetta ekki? Jó, ég meina. Er þetta eitthvað sem að á við hjá stelpunum? Er þetta, þú veist? Já, 100%. Ég meina, ég var hvað séru, Tindastóll náttúrulega mitt uppeldisfélag og fylgst með liðinu í mörg ár 2021 tók ég liðinu þar og ég held ég hafi
ég held að við 40-50 stelpur í Reykjavík sem ég haft sambandi sem var ekki að fara að spila í leiðunum sem það voru í. Það er hversu frekar að fara í lengjudeildina, deildurinn neðan að því liðið var í höfuðborgarsvæðinu eða þá að vera á bekknum í liðinu sem voru í. Þannig að þú veist, þetta er bara engin klísa. Það vantar stundum bara svona kjark að taka slaginn, þú veist, taka, þú veist, að því þetta er svo auðvelt fyrir mig að segja þetta, komandi utan á landi, að ég fylgdi þjálfarum mínum á sínum tíma til Reykjavíkur af því að hann var að fara að flytja í bæinn í skóla og við fórum bara allir strákarnir suður. Það er alveg jafn langt frá Sauðárkróki til Reykjavíkur og Reykjavíkur til Sauðárkróks og eins fyrir austur og vestur, þú veist, þetta er allt jafn langt. En það herði þig og ég mun nú stelpa í liðinu í dag hjá okkur, Silja Birgisdóttir, hægri bakvörður. Hún kom að láni frá Stjörnunni Tindastól 2021 og ég horfði á hana úr því að vera gangut upp úr öðruflokki upp í meistaraflokk, ekki að fara að spila mikið með Stjörnunni, hefði getað að fara að láni í fyrstu deildina og eitthvað að spila eitthvað þar, kom í Tindastól, spilaði 10-12 leiki við nótuliði, en ég horfði á hana eins og að þroskast, ég horfði á hana bara stækka þvílíkt sem einstakling og það sem það gefur bara bæði kallmönnum og kvenmönnum er það, þegar þú ferð að heiman, ferð utan land, stendur á einn fótum, þarf að fara að elda, þarf að fara að þvo, þarf að hugsa sjálfa, koma í lið, þekkir ekki þjálfan, þekkir ekki liðsfélag, þetta er bara þroskandi og gefandi, þannig að ég vona að ég sjá Tindastól og FHL sem að gleði mér rosa mikið að við séum með leið utan landi í efsteld, ég vona að ég sjá unga stelpur í Reykjavík fara að láni þanga frekar en endilega fram eða Grindavík eða HK eða þú veist, skilur. Þannig ég vona þessi klísa, sönn finnst mér, en ég vona að þetta breytinu vegna þess að þetta hefur bara svo ofboðslega mikla gott fyrir fólk að prófa þetta. Einmitt. Óskar, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar í upp með sokkana. Já, ég bara takk fyrir mjótt, frábæri þættir. Já, gaman að heyra. Það er nú kannski öll betri þegar Júlía Margrét er með okkur, en hún var... Ég sakna hennar, ég viðurkenni það. Já, ekki illa meint samt, ekki illa meint. Að því erum að henda út sérna shout-outum hérna. Hún færa líka, alveg vissulega. En við hlökkum bara til að fylgjast með ykkur áfram og það munum við svo sannarlega að gera og styðja liðið áfram. Þetta er mjög spennandi tímar framundan. Já, sömuleiðis. Og þú bara vonandi nýtir þess aðeins að blása nös eftir þessa vertíð. Ég tek viku núna og svo byrjaði. Ekkert of lengi neitt. Nei, ég hef enga tími það. Akkurat. Kæra þakkir. Takk. Ég held að með þessu bara þökkum við hérna fyrir okkur og takk fyrir samfélgina hérna upp með sokkana. Það er mjög líklegt að við Júlía bregðum á leik hér á næstunni því að við ætlum mögulega að taka þátt í stemningunni hér framandan í úrslitakeppni hjá strákunum og vera með kannski svona einhvers konar live útgáfu af þessu podcasti upp með sokkana þar sem að fólk geti komið og gætt sér að einhverjum freyðandi veitingum, svo ég segi við nú bara svona í hálfkvæðnum vísum en meira því síðar, en takk fyrir í dag. Zicke, zacke, hoi, 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 Gläser in die Hand. Zicke, zacke, hoi, 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 und das Schluss wird zusammen mit